Góðan daginn. Herðu, þá það fimmtudagur. Herðu, ég postaði upp vídeóinu þarna á öðrum degi. Nei, ég postaði í dag á fimmtudegi og bara út af því að ég vildi ekki bíða þangað til næsta sunnudag eða mánudag til að posta út af því að ég slugsaði þarna seinustu 2 vikurnar. Já, 2 vikur. Beðist afsökunar á því, fyrirgefðu. Já, núna ég búinn í vinnunni. Ótrúlegt sagt. Ég hringdi í FM 957 og ég náði í gegn. En núna það þannig að ég vann miða í bíó sem ég hef aldrei náð inn á FM, hringt og unnið 1-1. Það svolítið cool, það eitthvað nýtt, það hefur aldrei skeð. Já, ég fekk 4 miða á, hvað heitir myndin? Ég man ekki eins og hvað myndin heitir. Ég var bara svo spenntur. Grafir og bein. Fekk 4 miða, sem ótrúlegt. En núna ég búinn í vinnunni, að fara að taka bensín og að fara heim að knúsa konuna. Þannig að sjáumst þetta. Góðan daginn. Aftur, herðu, núna matarlíði hjá mér og ég að fara að pikka upp Anitu litlu og við ætlum að fara að fá okkur eitthvað að borða. Föstudagur, þetta verður rosa stutt blogg út af því að ég var svo spenntur að loksins að ná tölvunni í gang og geta bloggað og byrja að gera eitthvað sjálfur. Þannig að þetta verður fyrir eitthvað stutt, býst ég við, en oft þegar ég held að það sé rosa stutt vídeó þá ég búinn að taka upp miklu meira en ég man eftir, sko. Þannig að það kemur í ljós. En já, ég og Anita ætlum að fara að fá okkur eitthvað að borða, hádegismat og svo bara að rúla aftur í vinnuna. Það rosa gaman. Herru, ég ætla allavega að koma heim og yes. Ok, bye. Herru, við erum ennþá að flytja, gengur svona allt í örgli, en Anita, hún ætlar að prófa AB-mjólk. Hvað heitir þetta? Samblástus? Þetta bara AB-mjólkutrix. AB-mjólkutrix, hljómar geðvægt vel. Ég ætla að stilla vélina og fylgjast með. This is for those who'd like a moment. Check the rhyme and rhythm, it's nice and different. Plus it's bright and brilliant, kinda how I like my women. And that's the right opinion, although at night I'm slipping. When I never ring and now she thinks that I'm a villain. See, I'm not festive, but I quite like presents. Don't wanna die, but I quite like heaven. Want a good place, but I don't like waiting. Wanna go crazy, but I'm not patient. Wanna be smart, but I don't like learning. Wanna be rich, but it takes time earning. Wanna be fit, but I don't like running. Then I see you and I wish I'd done something I like. Your style, been watching you for a while. I said, oh yeah, let's dance. And then let's skip to the good bit. Hvað þurftu að fara marga undir? So, been here 2 days long. Still no step that's stone. Still not moving on. Now let us go. I will take control. No more moving slow in this situation. I like your style. Been watching you for a while. I said, oh yeah, let's dance. And then let's skip to the good bit.
Ja, stofan búinn. Það var gardínurnar komnar upp. Ég prófaði að setja þær alveg upp í loft. Það ávist að vera eitthvað rosa sniðugt varðandi Pinterest. Gera þetta stærra, eða hærri loft. Veit ekki hvort þetta kemur eitthvað fram á mynd. Anita, hún er að prófa abimjólkina. Kemur alveg vel út sko. Og núna ég að fara að setja gardínur inn í hjónaherbergi. Let's skip to the good bit. Real vibe, we don't know what we're doing but it feels right. Yeah, listen up yo, feeling alive is a good way to kill time. Check, and we're bubbling up, we came here with nothing but love, we stay easy. Góðan daginn, það sunnudagur og já, klukkan 12 og ég var að koma mér á fætur og koma mér út. Já, þessi vika bara búin að vera allt í lagi sko. Hún allt í lagi, frekar róleg að svona mínum mati. Ég og Anita fórum, það var Halloween svona smá teiti og ég stengleymd að taka með mig vélina og plúst að hún er að verða batterslaus. Þannig að þarf að setja vélina í leiðslu ef við ætlum að taka meira upp í dag. Við skiluðum íbúðin í gær. Íbúðin minni upp í Grái. Þannig að við erum búin að skila henni af okkur. Þannig að ég þarf ekkert að pæla meira í henni. Ég vil alltaf þetta hafa verið. Það sést eitthvað það. Já, og við ætlum aðeins, Anita er ennþá heima, við erum svona að taka til og koma okkur fyrir, búin að setja gardínur upp. Góðan daginn! Góðan daginn! Herðu, klukkan er 5:39 og Anita er búin að preppa aðeins pínlítið daginn. Og við erum að fá okkur þrennuna. Halló! Og hún veit ekki verið mynd. En já, hvað dagur í dag? Fjórði. Þriðjudagur. Mánudagur, það þriðjudagur. Og já, það Big Fish. Í gær fórum við í fótbolta. Við svolítið umur í Mjóbygginn eftir það. Allir nudd hjá Áskeri. Einhvern tímann þessari viku. Ég ætlaði að fara til hans gær en feilaði út mig langaði í fótbolta. Sjáumst í bílnum. Svo falleg. Svo falleg líka þetta til ég á. Og dýðina hérna, dekkri. Ekki sulla. Ekki sulla. Ekki sulla. Heitt. Svolítið heitt. Já. Það er samt góð. Hér er sprenging. Já, Hjól. Sprenging. Smá sprenging. Og pínulítil. Við erum að kaupa meira af sínarljós. Já. Það er tvo. Vilt þú hafa einn í dag? Nei, já. Þú veist.
Já. Yeah, baby. Það er bara að spýta í lófana. Já, þú erum alltaf maður. Frussum þessu kaffi, nei, tei, fyrir ekki kaffi. Í annan dagur. Þetta er svo mikið þú. Þetta er svona, þú veist, farið te. Og svo svona gæð, íkt svo. Það er þú. Sjö? Jöp. 82,2 kíló og fituprosent 22,2. Ég hef ég verið chubby, sko. Og þú elskaði mig. Vá, hvað? Nú voru að setja hann upp og niður, upp og niður. Já. Já, þú getur ekki að lesa og svo. Jú, fólk bara stoppar og leggur þetta saman. Þú fóst úr einhverju í vatni. Ok, ég fór þyngd, ok. Ég fór, sko, úr 82,2 í 80 kíló. Það var bara gær, eftir fótbolta og eftir, ég borðaði ekki neitt, og drakk ekki neitt og afsaka neitt. Þannig ég er tæknilega sem betri tölur en þetta. Haha. Anywho, já, þyngd 82,2 og er 80. Fituprosent fer úr 22,2 í 15,6. Vatnshlutfall, ég hækka það. 54,7 í 57,6. Vöðvamassi fer úr 60,8 í 64,2. Og líkamsgerð fer úr 2 yfir 5. Það er okkur rosa gott. Jöp. Beinmassi 3,2 í 3,3. Það er bara bæting á vítamínum og steinum. Er þetta komma? Er þetta bara stig. Já. Það er bara stig. Það er bara max 5 stig eða eitthvað. Ég er að hækka í grunnbræðslum. Það er tölur. Ándu að borða meira. Já, fer úr 1890 í 1972. Þetta eiginlega finnst mér skemmtilegast. Aldurinn. Það er svona, þú veist, út að ég er að detta í 30. Korter. Nei. 3 korter. Eftir mánuð eða eitthvað svo. Já. Þú veist, ég fer úr 29. Nei, 39. Já, ég er 29 núna. Ég er að verða 30. Ok, ég er að fara úr 39 og er núna 20. Það er svolítið cool. Og innri fitan úr 7 og er núna 3. Og þetta er frá því 16.9. til 3.11. 2 mánuðir, cirka. Nei. 1 ár. Hvað sagðir, 20.2. Já, þetta er 6 vikur. Þetta er frá 16.9. til 3. sko. 12 síðan var að gefa. Þetta er 6 vikur. Já. Það er alltaf hægt. High five! Ekki að blogga undir stýri. Undir stýri? Góð daginn. Herru, þá er það miðvikudagur og klukkan er 1 og ég var að koma heim í mat og Anita var svo hugguleg og sæt og hún var að elda fyrir mig. Fyrir okkur. Og á miðnætti í kvöld er seinasti dagur sem við getum skráð inn fyrir level 10 áskorunina. Og þannig að við förum á mæla á eftir. Ég ætla að vinna þetta. Ekki? Jú.
Þannig að ég allavega mjög bjartsýnn og vona, ég ætla að vinna þetta. Það kemur í ljós á laugardaginn. Þannig að, herru, ég ætla að fara að borða og knúsa konuna. Þannig að sjáumst á eftir. Herru, við fórum ekki á æfingu í morgun, en við förum á æfingu núna og við erum 8. Svo loka talningi fyrir level 10 áskólana sem ég er að fara að vinna. Ég er að fara að vinna hann í þetta. Og já, fara á æfingu og svo er ég að fara á viktina. Já, halló! Þetta skarða. Herðu, við erum komin á Grand Hotel. Anetta er að klára að hafa sig til. Þetta verður örugglega rosa skemmtilegt. Andrés tekur við supervisornum. Ég tekum við 5 kílóunum og kannski hugsanlega fræðilega mögulega. Ég er að fara að taka móti level 10. Og já, klukkan er að detta í 9, þannig að við erum að detta inn í hús. Þannig að þetta má ekki taka þarna upp inni. Þannig að sjáumst eftir. Góðan daginn, núna sunnudagur. Ég og Anetta ákváðum að eftir STS, lífstílsdaginn, sem ég vann by the way. Ég vann utanlandsferð fyrir 2 til borgarferð. Þannig að við, Þú vannst level 10 keppnina? Já, ég veit það. Ég vann flug með það. Já, eftir það, þá eiginlega bara fórum við heim. Bara höfðum það rosalega náðugt, kósí. Og fórum á Kópar. Ég tók ekki neitt upp nema ég tók bara myndir. Og þeir eru búin að sjá það. Núna erum við á leiðinni niður á Törn, Kópavoginum. Á 19. á leiðtoganámskeið. Eða skóla. Leiðtogaþjálfun? Já. Ég
hef aldrei farið á svona. Þannig að þetta merkilegt. Ég veit ekki hvað ég á vona. Þannig að spurning hvort maður tekur eitthvað upp þar. Brunsinum. En já, ég er ennþá í svona smá sjokki eftir að hafa unnið þessa keppni. Ég átti aldrei að vona það. Hello. Við vitum ekkert á hvað það er. 19. Lokuð. 20 þá. 19. Lokuð. 20. Lokuð. Nei. Stóð lokuð. Hún fyrir alltaf upp. Trusty team, Steve Get team. Þessum press. Hvað er að gera? Hvað ertu með? Hörbalega? Kekkjað hörbalega? Já, hvað ertu í með í þessu? Ok. Og blandaði vatn? Finnst þið það bara allt í lagi? Já. Og þú ætti að æla í vaskinn? Það er kekkja ógeðast. Ég klíu ekki að sniðu snarafur. Þá erum við að fara í smá rómantíska ferð á Hotel Glim, baby. Það er ógeðslega fett. Þannig að endilega komið með. It's a beautiful day and I can't stop myself from saying if I take you there I'll buy beautiful day. Utan álverið, það er nú ekkert eitthvað gífulega fallegt sko. Hérna er líka fallegt. Já. Já, ég? Já. Næ! Jú! Næ! Jú! Þetta er bara allt stótt. Þá held ég að við séum komin á það, fókusar ekki á. Vindur sko. Við erum alltaf að koma svona á hótel og sjá hvernig þið taka á mót okkur.
Þá erum við komin inn á Hótel Glim og svo bara sjáum við hvernig hótelið á okkur verður, herbergið. Þá erum við komin með herbergið okkar. Við fengum herbergið nr. 2. Það er það. Fínt, það getur fyrst með bílunum. Stutt. Wow. Sólinn skínin. Rúmið er uppi. Veit ég hvort það sést? What? Geðveikt. Mér finnst þetta svolítið cool. Svo erum við með geggja útsýni. Það er vangiðu flott útsýni hérna. Geðveikt. Þetta sólinn er svo Sterk núna. Þetta er útsýnið á okkur. Það er annarglöggi. Það reyndar talað um að ef það er hreyfing þetta fyrir utan og kemur ljós, en ég held að trufla okkur ekki. Drögum bara fyrr? Já. Já, no problem. No problem. Þannig að við ætlum alltaf að fara að hafa okkur til og hafa cozy. Já, við fórum við erum á Glim og ákvaðum að panta okkur brauð. Samla okkur. Og fengum við þetta. Ok, nú bara. Tók eftir, ég fór á klósettið á hann og þetta að taka vídeo með þér. Nei, Taka ég vídeo. mynd af þér. Já, ég tók eftir á það þegar ég fór á klósettið í herberginu hjá okkur. Þetta er bara venlega klósett og baðherbergið er svona og eitthvað. Svo það er frekar kalt inni. Þetta er ofninn. Hæ, babe. Hæ. Hvert erum við að fara? Niður í bæ. Við erum niður í bæ upp í sveit. Við erum að fara að þyrkja þetta máltið, var þetta ekki þyrkja? Og kampavín og svona. Þannig að skoðum hvernig það verður. Geða? Hvernig var þetta fyrsti rétturinn? Mér finnst það bara virkilega góður. Alveg hrikalega góður. Hvað var þetta? Hvað kjöt? Maður það ekki. Lamb? Nei. Einhvers að segir hóhó. Já, hestur. Já, þetta var kind. Hóhó. Þetta var geðið. Jæja, hvað erum við hérna? Hann sagði það ekki. Hann sagði að við erum með piparsósu. Já, og lamb. Og lamb. Þetta er geðið. Segir ástum, hvernig var það? Geða. Það ekki? Hvað heitir þetta? Hérna svo sem við vorum Já. Já, þetta var geðið. Það er spilnið hvað nóg næst. Hvað erum við hér? Já. Draw this. I have it all. Oh, okay. Here you go. Thank you. Hvað erum við hér? Herru, ég er með súkkulaðiköku og ís og jarðarber. Svo er ég með Baileys. Svo er ég með svart kaffi. Hvað ert þú með? Má ekki fá mjólk. Hvað skal hann fyrir því? Já. Þú smakkaðist? Það er geðið. Nei,
mæli svo með þessu. Hér var allt sleikt. Ha? Og allt sleikt á diskum. Nánast því. Það var geðvægt. Svo leiðir þetta að þú ert með mjólkuhólfið. Það er leiðilegt fyrir þig. Ég græði svo mikið á því og það fæ ég auka ískúlu og róma. Alltaf að græða. Alltaf að græða. Hvernig kvöldu búið þarna? Bara æðislega. Guðdóm, takk æðislega fyrir mig. Verður það eitthvað? Þetta er samt eins og ég sé að segja við hann sem er að horfa bara eitthvað. Já, takk æðislega fyrir mig að splæsa. Horfðu það bara mig? Hæ, Ástin mín. Hæ. Hæ, þú sérst ekki í myndinni. Nei. Svo fyrir við póttinu eftir. Já. Kannski sjáum við norðljós. Kannski. Ég veit samt ekki hvort við náum eitthvað að blokka á þetta eða það er svo mikið myrkur. Þetta er búið að vera, þetta er geðveikur staður. Kemur óvart sko. Herbergið er geðveikt. Geðveikt. Það er ógeðslega gott. Það er bara ógeðslega gott útsýni. Það er bara... Já, þetta var bara... búið að vera æðislega. Svo spurning hvernig við vorum að skila herberginu á... 12. Þannig að... spurning að vakna 7, taka göngutúr, fara aftur í bóttinn, fá okkur morgumat, fara aftur inn í herbergi, kúra. Hann hristir hausinn. Ekki til í það. Ó, nei. Vakna 8, fá morgumat, fara aftur upp í herbyggi og leggja sig. Já, ég stið það reynda mjög vel, sko. Það hljómar mjög vel. Sko, ég er samt geðveikt spenntur fyrir morgumatnum með að við hvað, þú veist, við fengum samlokun á það. Það var geðveikt. Þetta leit svo geðveikt út. Svo þetta maturinn núna var geðveikt góður. Það er forðilegt hvernig morgumatnum er. Ég er spenntur. Skál fyrir því. Skál fyrir því. Þú ert ekkert að ná að sjá sjálfa. Já, herðu, við erum búin að borða og ætlum að kíkja í bátinn. Ég veit reyndar ekkert hvort það sést eitthvað. Þú voru að lýsa leiðinast mín. Pappa þú bara, ég kem. Þú veist að þetta hótel er geðveikt og mér finnst það ógeðslega flott sko. Geðveikt. Það sést bara ekkert. Bara einhvern göngustígur. Þarna er það sem við löpum inn. Hótel okkar er hann út í enda. Mánaljós. Já, það sést ekkert. Ekkert á myndaðum sko. Myndaljós. Og það er heitipottan þær. Ég vem einn í heitapottanum. 2 hérna. Þannig að herru, við ætlum að henda okkur í pott og hérna. Smá kósi. Já, við erum í þessum hérna og það er ljós hérna. Ok. Núna er klukkan 9 og við erum að fá okkur morgunmat. Það er alveg þetta að verast þessu. Halló. Herðu, núna erum við á leiðinni heim. Og það eru ömurlegt. Þetta var Þetta var alveg... Hvað er þetta? Ég var að hlusta á þetta tónlist. Þú bátt alveg tala líka, ástu mín. Eða ekki, glimur, mér finnst það geðveikt. Ég er alveg að mæla með þessu. Og maturinn er ógeðslega góður. Staðurinn er fallegur. Líka bara allt hérna, mér finnst það geðveikt. Það er alveg 10 eitthvað frá mér sko. Já. Potturinn var geðveikur. Geðveikur. Mér finnst samt sko að þetta voru 2 pottar. Það ætti ekki að vera svo nálægt voru. Þú veist að þú vildir... En ef það er stærri hópur, fólki, þá getur ekki allir saman. Það fer engin stærri hópur. Þetta er romantískt. Það er engin, þú veist, jú, kannski vinapar. Ég held að þetta væri gæðið, þetta bara eins og varst að tala um í gæðið. Það er svona vinahópur eða svona par. Já.
2-3 pör eða eitthvað fara saman á date og... Þetta var geðveikt. Við fundum ferðina á... aha.is. Mælum með það, sko, þetta alveg þessu verið. Ógeðslega flott. Já. Líka gaman að keyra þetta í Hvalfjörðinn. Hvalfjörðinn? Í gamla daga áður göngin komu, þá keyrði maður þetta alltaf. Gamla daga, sko. Ég man samt ekkert eftir öllu. Mér finnst alveg ótrúlegt að maður hafi ekki þurft að keyra þetta, sko. Smá lengt. Já, þetta það. En alveg þess að keyra þetta. Já. Nú ætlum við að fara þetta tónlist. Hey, halló. Ég er í bíl. Halló! Það vill hann ekki horfa, hann horfði svo mikið á þessu. Halló! Ég er hundur. Á! Bíldúð. Þetta er alla. Bye. Þú kemur aftur. Þau ekki sjá mig. Ég er í fjarlægð. Fólki fyrir aftan mig heldur að það sé ekki hundin í bílnum. Svo bara að segja halló! Þið held að ég verði farinn. Þetta er svo ítalsku bye. Hallå! Hallå! Veifa honum. Så ekki finna mig. Hvað kem ég upp? Þarna! Halló! Herðu, núna þessar 3 vikur. Já, ég held að það hafi verið, voru þetta ekki 3 helgar? Jú, minna það, þetta voru 3 helgar sem ég svona sett ekki inn, þannig að þið að fá vídeo núna yfir 3 helgar. Þetta er búið að vera geðveikt gaman og það var mikið búið að gerast við ég vann þetta level 10 áskorunina. Það er önnur byrjuð núna, þannig að endilega ef þið viljið taka þátt þá bara sendið ég mig línu, hann okkur sem ég eða Anitu. Ég myndi frekar senda mér út að ég vann þetta. Anita veit ekkert hvernig að vinna þetta, sko. Við erum búin að kaupa miðan út. Við ætlum að fara erlendis jólin. Við fórum á Hótel Glim. Það var alveg bara virkilega fallegur og flottur staður. Ég alveg bara Anita bauð mér. Gott að ég er góð konu, sko. En núna þetta bara að byrja ný vika, mánudagur á morgun. Reyndar, sko, klukkan er 8:30. Þannig að ég komin upp í rúm þá, en ég á eftir að klippa þetta og setja þetta inn á netið og svona, þannig að fyrir því hvað klukkan verður.
Sjáumst eftir viku og ég skal lofa að ég læt ekki láta að líða svona, það verður ekki svona löng vika sem ég postinn, þannig að það er alltaf að segja hæ, nei, maður ætlar ekki að segja hæ, jú, alltaf góð vel. Herðu, þangað til í næstu viku, bara takk fyrir mig.